Þá er það komið á. Ertu sáttu við það? Útsending hafin. Jæja, góðan daginn, góði bæjarfulltrúar, bæjarstjóri og bæjarritari sem hér er í sal. Uppsýning og kynningafulltrúi býð ykkur velkomin til 237. fundar bæjarstjórnar Fjarðabyggðar og segi hann settan. Hér á dagskrá fundar í dag eru nokkuð málin áður en ég kynni þau allir óskatti því við bæjarstjórn að fá að taka fundagerð menningar og safnendar og dagskrá með afbrigðum. Það var sendt út í fundabóðinu jafnframt að menningar og safnend nr. 39 hefur ekki farið. Sá fundur var haldinn núna 24. janúar, hann er ekki farið inn til bæjarráðs og þessa hefðbundnu leið. Óskatti að hann verið tekinn hér inn með afbrigðum, eitthvað sem andmæli því. Svo er ekki, þá bætist hann inn sem fundarliður formlega. Þá er hér á dagskrá í dag fundagerð bæjarráðs nr. 549 og 550, teknar saman til atkvæðagreiðslu ef enginn hefur því andmælum. Eignaskipulags- og umhverfisnefndar nr. 195, hafnarstjórnar nr. 189, fræðslunefndar nr. 50, íþrótta- og tómstunarnefndar nr. 44, félagsmálanefndar nr. 103 og 104, teknar saman til atkvæðagreiðslu ef enginn hefur því andmælum, og menningar- og safnarnefndar nr. 39. Þá er hér undir liðnum almenn mál. Það er fyrst 10 uppgjör launagreiðenda A-deildar brúar vegna breytinga á lögum. Númer 11 skammtímalán hjá Lánasjóði sveitarfélaga uppgjörs við Brú lífeyrissjóð. 12 lánataka hjá Brú lífeyrissjóð vegna varúðarsjóðs. Þessi mál eru öll samhangandi og komið frá síðasta fundi bæjarráðsins sem bæjarfulltrúar hafa séð og tengist þessum frágangi við Brú lífeyrissjóð. Síðan er það liður 13 auglýsing umsóknar byggðakvóta fiskveiðiársins sem við tókum hér tilbaka á síðasta fundi bæjarstjórnar, sendum inn aftur vegna nýrar uppsingar frá ráðuneytinu og reglurnar þarna komnar eins og voru staðfestar eða lagt upp með þær í byrjun. Og síðan hér liður 14 geymslu á stöðulegi fyrir gám og lausa fyrir Fjarðabyggð, breyting á þeim reglum sem það gildir. Sömuleiðis tekið til umfjöllunar í bæjarráði síðast sent til aftur til svona útlistingar á umhaldinu á þessu, en sem þetta er breytingarnar á reglunum. Þá komum við hér formlega til afgreiðslu. Þá göngum við til dagskrár og það er fyrst fundagerð bæjarráðs nr. 549 og 550. Leiði ég opna mælendaskrá og þetta fá að taka til máls hér. Kom inn á örfáa liði sem vil vekja athygli bæjarfulltrúa á. Það er kannski fyrst liður 1 í 549, móttaka flóttamanna á árinu 2018. Þarna var lögð fram drög að samningi vegna móttöku eins og kallar hann kvóta flóttamanna til Fjarðabyggðar. Þarna var lagður fram til samþykktar og minnisblað því samhliða. Þetta hefur verið rætt í félagsmálanefnd og fræðslunefnd þessi mál og við þekkjum náttúrulega höfum verið rætt hér svo oft áður og frá þeim tíma sem bæjarstjórn lýsti því yfir að hún vildi koma því að taka á móti flóttamönnum og nú er sem sagt að koma fyrstu fjölskyldunar og það er fagnaðarefni að það allt það umhald sem hefur þetta og ástæða til þess að þakka gott samstarf við Útlendingastofnun sem verið hefur og ráðuneytið við undirbúning þessa máls. Það er núna að fara fram kynningafundir eins og kom fram minnisblöðunum og hefur verið kynnt í fjölmiðlum í tengslu við þetta. Þá er lagt til að þessi flóttamenn fari í Neskaupstað og þau fari á Reyðarfjörð svona í ljósi samsetninga fjölskyldana, nála við skóla, framhaldsskóla og annað slíkt og það er núna einmitt kynningafundir og er að hefjast núna klukkan 5 kynningafundir í Neskaupstað fyrir almenning móttöku flóttamann í samstarfi við Rauðakrossinn og hér á Reyðarfirði í kvöld kl. 8. Ég vona að þetta verði vel sótt og ég vona sannlega að hann muni koma að því með Rauðakrossinum. Íbúar muni taka þátt í þessu verkefni og hér er maður að ræða 19 einstaklingar sem koma í 4 fjölskyldum og ég vona bara vel tiltakist og þetta verði bara ánægileg viðbót í samfélagi okkur að geta brugðist við þessum aðstæðum sem fólk er losna úr í Jórdaníu. Þannig að þetta er ánægilegt að þetta sé að koma. Síðan hér aðeins bara í þessu aðeins samtöðu eins og menna að sé það er bara vekja eftir athygli því að fara yfir söluferli Bleikshólshlíðar 56 sem kallast náttúrulega gamla Hulduhlíð en eftir að Hulduhlíð fluttist inn eftir
En sem að þekkja þá hefur þetta verið í söluferli. Við erum þarna eigum minnihluta í þessu húsi. Ríkissjóður fer með meirihluta vald í því og það var farið þarna yfir að koma nýju sölumati fasteignasala á framfæri við ráðuneytið sem búið að gera. Það var ákveðið að vinna nýtt sölumat og fasteign hefur auglýst núna, sá ég, að nýju. Núna í þessari eða síðustu viku. Jafnframt samþykkti bæjarráð fyrir sitt leyti á þessum fundi liður 6 drög að samningi vegna Eistafjells 2018. Þetta með svipuðu nótum og verið hefur. Við komum þarna því að leggja til húsnæði undir tónleikana, leggja til skóla eins og við til mótsaldarana og síðan náttúrulega innviðir ýmis konar sem við náttúrulega berum ábyrgð á eins og tjaldsvæði og fleira. Þannig að það er engin breyting á þessu og það er búið undirrit þennan samning og gert hér liðna helgi, eða fyrir liðna helgi. Það var undirritað samningur milli Eistnaflugs og bæjarins, þetta þátt bæjarins. Það sem ég sá þá hefur Eistnaflug gengið gegnum endurskipulagningu og var kynnt þar leið, svo endurskipulagning. Síðan bara erum við með þau erindi, þannig að fagnaðarefni að við búið að útluta lóð til Fjarðanets HF. Þar að fara að hefjast fljótlega, gerir ráð fyrir að með vorinu byggingarframkvæmdir á nýrri netagerð í Landanausti 3. Þetta er lóðin sem búið að keyra upp og hefur verið núna nokkuð lengi í vinnslu. En nú er komið að því að framkvæmdir hefjist. Síðan erum við að vinna í alla nefndir. Ég vinna í málum ungmennaráðs sem komið hér fyrsta fund okkur í janúar. Þarna vorum við meðal að taka fyrir mikið ungmennaráðs. Mér var falið ásamt bæjarritara að fara yfir málið, betur hvað varðar það sem þau eru að fara inn á og bæði hvar við getum, þegar hér var svona áhuga vilji til þess að koma þeim fyrir á innan, ég segja nefnda kerfisins með sérstakar stöðu. Við ætlum að skoða það frekar og svona hvernig og hvað varðar greiðslur og annað slíkt sem þau veltu upp í þessi erindi sín. Við ætlum að fara við það og munum koma með það inn í umræðan aftur hér á miðjan upp úr lókum febrúar. Ég veit að aðra nefndir eru að fjalla málin, eignarskipunarsnefnd, en það náði ekki síðasta fundi sínum að taka það fyrir, mun gera það á næsta fundi sínum mánudag. En síðan að það var fundur 550, hann var nú undirlagður af þeim liðum sem hér til sérstaklega til umræði hér í lokin, sem eru uppgjör vegna brúar lífeyrissjóðs og eru hér til umræðu seinna á fundinum. En fleira var það ekki. Vilja fleiri kveðsljóðsundi fundargerðar bæjarráðs. Svo verðist Páll Björgvin. Forseti, bara aðeins hér að vekja athygli á því að það hefur breyst frá því að umfjöllun var í nefndum og bæjarráði varðandi samningu móttöku flóttamanna að þar var gert ráð fyrir því að það var að koma hér 27 einstaklingar, þeir eru núna 19 og þess vegna breyttust forsendur í samningnum einnig út af því og þá náttúrulega breytast heildarupphæðin breytist á því að þá er verið að greiða með færri einstaklingum en enga síður að þá var verið að vinna í ráðuneytinu að hækkun þessa framlags þannig að það er nú aðeins hærra per einstakling. Við viljum bara vekja athygli á þessu, öðru leyti er samningurinn óbreyttur. En ég vil fagna þessu sérstaklega. Það verið Páll. Vilja fleiri kveðsljóðs. Svo virðist ekki verða, þá ber ég fundargerðir bæjarráðs til samþykkta þess að það er sanngirnismerki. Þær eru samþykktar með 9 atkvæðum. Þá erum við næst komið hér í fundargerð skipulags- og umhverfisnefndar númer 195. Um leið ég opna mælendaskrá hana vil ég fá að koma hér kveða með hljóðs. Bara aðstutt, þetta er nú svo sem eins og við þekkja þetta nú hluta til mál sem er að koma. Ég ætla aðeins að vekja athygli á lið 4. Við fólum þarna síðustur að vinna áfram að hönnun viðbyggingu í leikskólan hér á Reyðarfirði Lyngholts og byggja á þeirri frumhönnun sem unnin var síðasta haust. Við höfum gert samninga við þann aðila að vinna það áfram og svona kannski ljósi umræði sem við höfum átt í bæði við íbúa og tengslu íbúa og fleira að skoða útfærslur núna áður en að
áður en að frumhönnun heldur áfram. Við gerum ráð fyrir, eins og gefert hefur, að þetta verði boðið út seinni part þess árs. Að nota félagsstund sem hluta leikskólanum og svona fá að sjá það möguleika fyrir okkur. Við viljum ekki loka það og kannski fundum við það á íbúafundi hér eða fyrir það væri áhugi fyrir því líka að skoða það áfram. Fengum núna inn á síðasta fund umhverfisnefndar sem var haldinn á mánudaginn síðastliðinn. Fyrstu drög og erum að byrja að vinna í því og það fyrir þetta líka til skoðunar hjá starfsmönnum leikskólans og kynningu. Þannig að við viljum alltaf þau stíi halda áfram að nota okkur aðeins þennan tíma núna til þess að skoða þann möguleika áfram. Síðan fórum við þarna í ágætis umræðu með sviðsstjóra veitusviðs ferilprófun sem eru á jarðhitasvæðinu á Eskifirði og umræðu þær niðurdælingarholur sem bora þarf á því svæði. Eins og þið þekkið þá erum við að skila niður 60% vatnsins núna í jarðvarmasvæðið að nýju og það er verið að vinna og verið áfram unnið á þessum forsendum sem þarna sviðsstjóri veitusviðs kynnti að halda á þeirri skoðum hvernig við borum þær holur. Við erum lengi til skoðunar að bora 2 slíkar í einu og það er stefnan á þessu ári, seinni part þessa árs, gert ráð fyrir því í fjárhagsáætlun. Veitusstjóri hefur svona velt því upp að hugsanlega sé ein nægjanleg. Þetta er bara eitt af því sem við þurfum að skoða áfram og líka náttúrulega hafa það í huga að það þarf að nýta þessi tæki sem koma hér sem best. Þannig að þetta er núna til umsagnar áfram. Síðan vorum við að fara yfir og fólum umhverfisstjóra að hefja undirbúning og þátttöku Fjarðabyggðar í þessu verkefni endurheimt votlendis til að stuðla átaki í loftslagsmálum. Fjarðabyggð verður þarna tilhögun sveitarfélag, það verður mjög fróðlegt að fylgjast með áfram. Við gat ekki bæði fyrir því að það var fróðleg grein núna dögunum birt eftir 2 doktora í jarð, ekki segi tengslum við jarðrækt. Ég er nú kannski að benda á líka ýmsa fleti á þessu endurheimt votlendis og hvaða áhrif það skilar. Það er áhugavert að sjá en nú leið nauðsynlegt að taka þátt í þessu verkefni áfram. Við erum jafnframt búin að fela núna umhverfisstjóra, atvinnu- og þróunarstjóra, skipunar- og byggingarmála og framkvæmdastjóra Fjarðabyggðarhafna hefur undirbúning að umsögnum skýrsluna sem er lögð fram aukna framleiðslu á laxi í reyðarfjörðum 10.000 tonn. Átti eins og ágætis fund núna á mánudaginn með fulltrúum fiskeldisfyrirtækjanna sem hér eru að sækjast eftir. Eru hér með umsóknir og náttúrulega búin að hefja hér vinnslu eins og laxar. Átti verið ágætis funda sem við fórum yfir ýmislegt sem að þessum málum snýr. Svo veit ég að þann 12. febrúar hafa íbúasamtök Fossfjarðar boðað einmitt íbúafund sem ég gerði að við reynum að sækja sem flest laxeldismál eða stöðu umsókna laxeldi í Fáskrúðsfirði. Aðeins að vekja athygli að í lið 10 vék ég að fundi eignarskipulagsumhverfisnefndar vegna tjaldsvæði Fjarðabyggð. Þetta var tengslum útboð sem við vorum með. Í þessari fundagerð hér í dag felst ekki, því að nefndin tók ekki til úrskurðar neitt, eða tók ekki til ákvörðunar, heldur einungis fól hún umhverfisstjóra að vinna áfram málun og leggja fyrir nefndina nýju. Þar lendi lítið svo á að ég sé ekki vanhafur í að afgreiða fundagerðina með þessum liðinni, þar sem ekki er ákvörðun í henni, heldur einungis verið að vinna málið áfram. Lagt hann til kynningar nefndinni, þannig að ég tel að ég þurfi ekki að víkja fundi við afgreiðslu þessar liðar. En sjálfsögðu þegar nefndin hefur tekið formlega til afgreiðslu og kemur hér inn, þá mun ég víkja. En fleira var nú ekki í fundagerð eignarskipulags- og umhverfisnefndar, því að fleiri kveðja sér hljóðs. Svo virðist ekki verið í bernu eftir samþættisbannsandgjafinskemerki, hún er samþykkt með 9 atkvæðum. Þá erum við næst komin í fundagerð hafnarstjórnar nr. 189, orðið er laust hana, vill ekki kveðja sér hljóðs. Svo virðist ekki verið í bernu eftir samþættisbannsandgjafinskemerki, hún er samþykkt með 9 atkvæðum. Þá er ég komin í fundagerð fræðslanefndar nr. 50. Orðið er laust hana, vill ekki kveðja sér hljóðs. Pálína Margeirsdóttir gjörðu svo vel. Forseti bæjarstjóri og góða fundarmenn. Mér langar aðeins að kíkja hérna yfir
Fundargerð fræðslunefndar á fundargerð nr. 50, þar var fyrsta mál á dagskrá, það var bréf frá foreldrum barna í Neskaupstað í sambandi við talmeinafræðing og spurt að því hvort að við sem sveitarfélag getum komið að því að fá talmeinafræðing hérna til okkar sem að kæmi þá í leikskólan í Neskaupstað eins og hefur verið gert á Fljótsdalshéraði. Fræðslustjóri var búinn að svona aðeins að vinna þetta og hafði sambandi við talmeinafræðing sem var reiðbúin til að koma til okkar og þannig að frá þeim samningi verður gengið í næstu viku. Þetta snerist náttúrulega eins og oft aðalega akstur á milli og bara frábært að fá þessa viðbót til okkar því að þetta skiptir náttúrulega rosalega miklu máli fyrir foreldra að það séu kannski ekki 5 foreldrar frá Neskaupstað eða Fáskrúðsfirði eða hvaðan sem að koma að keyra hérna trekk í Egilsstaði. Þannig að þetta eru kannski heilu vinnudagarnir sem að fólk að missa af, þannig að það er frábært að fá þetta. Og svo erum við náttúrulega líka með samning við aðra þjónustu sem fer þó meira í gegnum bara Skype og tölvu og þá eru starfsmennirnir okkar í skólunum og leikskólunum sem eru með nemendunum sem er bara mjög gott mál. Síðan langar með aðeins að lið 2, það er fræðslumál starfsmanna grunn- og leikskóla. Þetta var vísað til kynningar í fræðslunefnd og ég vil bara fagna þessu. Þetta er bara mjög þarft og gott að þessi starfshópur hafi verið settur á laggirnar. Þetta er held ég eitthvað sem að bara skiptir alltaf meira og meira máli. Það er að við eflum það starfsfólk sem við eigum í skólanum okkar því að þeir sem að hætta hjá okkur, kannski menntað fólk, okkur hefur ekkert gengið vel að fá fólk með sömu menntun til okkar. Af því að það er bara einhvern veginn núna ekki, hvað segir maður, það er kannski ekki góður mórall, svona eftir því sem samfélagi verður einhvern veginn alltaf opnar og þetta er bara orðið erfiðara og erfiðara að vera kennari eða leikskólakennari. Þannig mér finnst þetta bara rosa flott og vonandi gengur okkur bara vel að fylgja þess eftir. Takk fyrir Pálína. Fleiri kveðisljóðsundi fundargerð fræðslunefndar. Elvar Jónsson, gjörðu svo vel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, bæjarstjóri, bæjarritari. Já, ég tek bara undir með Pálínu varðandi það sem hún sagði mikilvægi þess að menntun starfsmanna í grunn- og leikskólum. Gríðarlega stórt og mikið skref held ég sem við verðum að stíga þarna sem að ég bind mikla vonir við að skili árangri því við höfum farið hér áður yfir stöðuna varðandi menntunarstig, sérstaklega í leikskólanum og ég held að þetta sé verulega gott skref. Ég ætla aðeins að tala forvarnir og brottfall. Það eru 2 liðir í þessari fundargerð varðandi það, liður 3 og liður 7 og ég ætla nú ekki að fara ítarlega yfir þessar tillögur velferðarvaktarinnar, það kemur ágætlega fram í bókun nefndarinnar, svona afstaðan í því, en ég vil bara enn og aftur koma inn á það hér í bæjarstjórn, hversu gríðarlega mikilvæg málaflokkur er þarna á ferðinni, það er að segja forvarnir og það kemur fram í tillögum, lykilþátturinn í tillögum velferðarvaktarinnar er einmitt forvarnarmál og því ég hef nú talsvert starfað á bæði framhaldsskóla og grunnskólastigi þá hef ég mjög vel áttað mig á því eins og væntanlega flestir sem hafa komið að málefnum á þessum skólastigum að þarna er gríðarlega mikil tengsl á milli og erfitt fyrir framhaldsskólastigið að vinna í einhverju tómarúmi varðandi þessi mál. Grunnskólastigið er gríðarlega mikilvægur vettvangur og strax bara í leikskóla að byrja að vinna krafti varðandi forvarnir. Og það hefur áður verið farið yfir það hér í þessum ræðustól, ég og fleiri.
varandi upphæðir, peningaupphæðir í tengslu við brottfall úr framhaldsskóla og hver brottfallsnemandi, hver einstakling sem að fellur brott úr námi í framhaldsskóla kostar fleiri milljónir ef við viljum ræða það og er samfélaginu gríðarlega kostnaðarsamt og ég held reyndar að sé ósanngjarnt í sjálfu sér að vera að tala peninga í því sambandi en þetta hefur verið reiknað út og þetta eru gríðarlega fjárhæðir og fjölskyldustefnu Fjarðabyggðar sem er minnst á hér í bóku nefndarinnar og nefndin kemur inn á að þessa tillögu velferðarvaktarinnar falli vel að þeirri stefnu sem við tókum hér öll þátt í að móta að það er gríðarlega mikilvægt að hún komist í góða framkvæmd og mér finnst margt benda til þess að það sé að ganga vel en ef ég ætti að nefna eitthvað eitt sem mér finnst mikilvægast í okkar samfélagi þá er það hvernig við stöndum að forvörnum og í tengslu við fræðslu á öllum skólastigum. Ég held að okkar samfélag byggi gríðarlega á því. Þættir eins og íbúaþróun og annað tengjast þessu líka, atvinnustig og öll velferð samfélagsins í raun og veru. Hverrar krónu virði? Það er krónu sem fari í forvarnar mál. Þetta dugi bili. Þakka fyrir Einar. Mér er fleiri kveðið sem hljóðs. Svo verðist ekki verið að þá ber ég fundargerð fræðslunefndar eftir atkvæðis hana samþykkingsmerki. Hún er saðið með 9 atkvæðum. Þá er það fundargerð íþrótt- og tómstundanefndar með 44. Orðið er laust hana. Engin kveðið sem hljóðs. Ég ber eftir samþykkingsmerki hana samþykkingsmerki. Hún er saðið með 9 atkvæðum. Þá er það fundargerð félagsmálanefndar nr. 103 og 104. Orðið er laust það fundargerðir, vill einhver kveða sér hljóðs. Svo verðist ekki vera að það beri upp til saðanlega þar sem það segja. Saðanlega með 9 atkvæðum. Þá erum við komin í fundargerð menningar og safnanefndar. Hún tekið var inn með afbrigðum áðan, númerið 39. Orðið er laust hana. Ester Ösp gerði svo vel. Forseti og góði fundamenn. Ég stendst náttúrulega sjálfsögðu ekki mátið að koma hér upp og taka til máls undir liðum sjálf á mig, sem er fyrsti liðurinn í þessu fundargerð. Þarna er verið að skipa í listaverkaráð hér í Fjarðabyggð, sem nýtt ráð, nýbúið að stofna. Og mig langar í rauninni bara að spyrjast aðeins fyrir þetta ráð, vegna þess að þetta ráð byggir á reglum sem voru samþykktar í menninga- og safnanefnd þann 3. janúar. Þær voru síðan staðfestar hér í bæjarstjórn 11. janúar. En svo óvenjulega vill til, og maður sér þetta þegar maður bara les fundargerðir menninga- og safnanefndar, er að það er skipað í ráðið á sama fundi og ráðið er stofnað, samkvæmt reglunum. Og reglurnar hafa þá ekki farið fyrir bæjarstjórn. Og þess vegna langaði mig að beina hér tveimur spurningum til formanns menningar- og safnanefndar, en formaðurinn er ekki hér á þessu fundi, þannig að ég beini þeim bara til forseta bæjarstjórnar þá. Bara hvort það sé ekki örugglega réttur skilningur hjá mér að reglur taki ekki gildi fyrir en þær séu samþykktar endanlega í bæjarstjórn. Og ef svo er, hvort sé hægt að skipa í ráð sem byggir tilvist sína á þessum reglum áður en reglurnar hafa verið samþykktar. Takk fyrir Ester. Varðandi þessar spurningar, nei, þá taka reglur ekki gildi fyrir að hann hlutið afgreiðslu í bæjarstjórn og við vorum búin að ræða það við formann menningar- og safnanefndar. Reynda var hluti að þessu skipun þess að ráðbundið náttúrulega embættismönnum og síðan þeim sem væri svo formaður eignarskipus- og umhverfisnefndar sem er undirritaður núna í þessu tilfelli ætti setur eftir ráðinu. Nei, þar af leiðandi gæti ekki skipun átt sér stað í ráðið
fyrir að þær hefur hlotið samþykki. En í reglunum þegar þær hlutu samþykki þá náttúrulega lág fyrir að í því átti að setja forstöðumaður menningarstofu, forstöðumaður safnastofnunar, formaður eignarskipulags- og umhverfisnefndar og síðan 2 úr ráðinu, úr menningar- og safnnefnd. Og það sem sagt, ég sé að þú hefur verið skipan annar, fyrir lá að formaður menningarnefndar safnnefndar hefði verið betra en hefði verið bókaður líka þarna, eitthvað síður. En þú getur ekki skipað í ráð fyrir að það hefur hlotið reglur eða það sem það byggir tilvísin á hefur farið fyrir bæjarstjórn. Og þar leiðandi getur ráð ekki starfa fyrir nú í dag eða eftir þennan fund í dag. Þannig að sú skipun sem átti sér stað á undan, sem þú ert að vísa til, sama þegar reglurnar fóru í gegnum menningar- og safnnefnd, þá getur sú staðfesting að sú skipun ekki hlotið staðfestingu fyrir að búið að samþykkja reglurnar og á þeim fundi bókaði fjarlistin, fjarlista hann vildi óska því að hann hefði ekki tilnefningu tiltæka sem var eðlilegt, hann þurfti ekki að leggja hana fram á þeim fundi og hún var lögð fyrir fram á síðasta fundi, þá hafðu reglurnar hlotið staðfestingu. Þannig að nú ráðið fyrst getið tekið til starfa eftir þetta. Svara þetta spurningunni, Ester. Já, gjörðu svo vel. Ástæðan fyrir því ég náttúrulega hnaut þetta svo að það mjög óvanalegt að sjá skipað í eitthvert ráð eða nefnd í svona tvennu lagi. Það gerum við náttúrulega yfirleitt ekki nema að það bara sé verið að skipta út einhverjum vegna þess að hann hefur flutt eða eitthvað álíka. Og ég er bara að velta fyrir mér hvort að meirihlutin þurfi hreinlega bara að með réttu að skipa sinn fulltrúa upp á nýtt. Svo við förum ekki að lenda í einhverjum vandræðum með þetta annars ágæta ráð sem ég hlakka mikið til að starfi og er bara ánað með að það séu komnar reglur í þessum málum líka og ráð sem fjallar þá sérstaklega þetta. En já, svona spurning og hvort við leitum nú til einhvers sem er okkur fróðar í því, hvort að meirihlutin þarf með réttu að skipa upp á nýtt. Þakka fyrir. Nei, ég tel nú reynda þú mátt í sjálfum sér leggja fram nöfnin, en ráðið getur ekki tekið starfa. Það getur ekki hafið starfsemi sem þetta er búið að samþykkja reglumverkið og á þessu fundi var ekki þurfti fjarlistin ekki að leggja fram sinn mann, einfaldlega vegna þess að það menn geta beðið bara eftir því að það er búið að fullnusta reglu sem á þessu byggir. En ég tel það, en það er sjálfsagt að bæjarritari getur kannað það einfaldlega hátt, en ég held að skipunin standi. En regluverk ráðsins var ekki klárt fyrir en að það var búið að fara ekki á bæjarstjórn. Og öllu í öfnum þá átti þetta skipun að fara fram á þessum 2 fulltrúum. Hinir 3, það var bundið við annars vegar embættismenn 2 sem fyrirliggja hverju sinni hverjir eru og síðan formann eignarskipulags- og umhverfisnefndar óháð nafni hverju sinni, bara sá sem getur því. Þannig nú lít ég á þetta. Þannig ég tel að ráðið getið til með réttu tekið til starf. Nú hefur það til þess grundvöll. En öllu jöfnu betra að ganga á reglum fyrst og skipa hann svo. Það er kannski réttara leið, þess að nefnum að segja. En þarna tel ég að það sé orðið fullskipað í ráðinu. Aðeins í þessari sögum fundagerð, þá er það afhending Eyrrósan. Ég ætla bara ég vekja athygli bæjarfulltrúa á því. Eyrrósin er viðurkenning sem maki forseta Íslands, forseta frúin í þessu tilfelli, veitir viðburði innan listageirans hverju ári. Eistlandsflug fékk þessa viðurkenningu á síðasta ári og hefðin er svo að þar sem Eyrrósin kemur í hönd, þar er hún veitt að ári á sama stað. Þannig að þar sem Eistlandsflug bindur lögheimili sitt við Neskaupstað, þann hlutafélag, þá mun afhendingi fara fram þann 1. mars og nefndin, og við fengum svo inn til bæjarráðs umræðu nefndarinnar þennan atburð þennan dag. Ég geri ráð fyrir að þarna verði bæjarfulltrúar kallaðir til
til þess að taka þátt í, þannig að menn hafa þetta í huga svona inn á dagatölunum sínum og verður svo frekar kynnt en nær dregur. En fleira var ekki að minni hálfu vilja, fleiri hversu hljóðs. Sævar Guðjónsson, gjörðu svo. Já, forseti bæjarstjóri, ágætu bæjarfulltrúar og fundarritari. Ég ætla aðeins að koma hérna inn á lið 9.2, skilti við barkinn á Reyðarfirði. Þetta nú alveg stutt og laggott þarna í þessari fundarbóðun okkar. En þarna erindi frá brottflutnum Reyðfirðingum sem nú líka dálítið skemmtilegt. Það sem þeir eru að tala að það verið sett upp upplýsingaskilti hérna við barkinn sem þið vitum nú hvað hérna. Bryggja sem var gerð upp að Hafnarsjóði fyrir nokkuð mörgum árum síðan, til 10. Og þetta mjög þörf ábending vegna þess að á teikningum og vinnuplöggum sem við vorum með á sínum tíma varandi uppbyggingu á þessari bryggju að þá vissum við að hún var mjög merkileg saga bryggjunar og þessa svæðis. Og við ætluðum alltaf að setja skiltið þarna og það var á teikningum og annað í kjölfarið. Og einhverju hluta vegna, kannski vegna þess að við höfum verið að skipta upplýsing og kynningafulltrúa og allt það og breyta störfum að þá hefur það einhvern veginn bara gleymst og þess vegna er þetta mjög góð og þörf áminning. Þarna náttúrulega sérstaklega gert ráð fyrir að barkurinn þetta ánútrúlega heita skilti við barkinn en ekki barkann. Þetta var barkskip og hérna þarna var sögt barkskipi rétt rúmlega upp úr 1880 af 8 á vatni og það var svona fyrsta bryggjan hérna á Reyðarfirði og fyrsta kaupskipabryggjan hér og í gegnum þessa bryggju fóru allar vörur sem fóru bæði hér og til héraðs meira og minna á tímabili. Þannig að þetta var auðvitað svona upphafið af útgerð að minnsta kosti frá Reyðarfirði og engin ástæða til annars en að halda þeirri sögu á lofti. Bryggjan með gati, það sérstakt gat á henni, svo menn geti einmitt kíkt niður og séð barkinn, það mótar ágætlega fyrir honum í góðu skyggni, þá sést vel skipið þann undir ennþá. Og þetta voru allt saman eitthvað sem við höfðum í huga þegar þetta var gert upp, en bara einhver hluta vegna þá verður það eiginlega bara sést eins og að menn bara gleymdu held ég að setja þetta skilti. Það er auðvitað ekkert of seint, sagan er ekkert horfin og Reyðfirðingarnir þarna þessi brottfluttu að benda á það og senda þarna skemmtilega myndir sem gaman að skoða og annað með þessu erindi og ég hvet okkur til þess að gera þetta. Það var reyndar eitt sem ég hafði nú ekki hugmynd en trúlega er alveg rétt hjá þeim að síldavinnslan á lóðina þarna. Það hefur trúlega verið þegar við keyptum snæfuglinn þá. Þannig að við höfum kannski ágætis bakkjarl í að gera skilti þarna. En enga síður það þarf að koma til þess að klára þetta verk. Þetta er skemmtilegt og þetta er mikið, þarna stoppa ferðamenn mjög mikið og heimamenn og aðrir veiða mikið á þessari bryggju og að gera að laga þetta. Fleiri ára ekki. Hvað fyrir Sævar? Vilja fleiri hvað þessi hljóðs? Svo verðist ekki vera. Þá, ég vona að ég hafi svarað spurningum þessara. Þá ætla ég að bera fundargerðin til Sandnes með hans aðgjöfsmerki og Sandnes með 9 atkvæði. Þá erum við komin hér í liðin almenn mál. Það er fyrstu 3 liðin, þeir eru svolítið samtengdir. Það er fyrst uppgjör launagreiðenda A-deildar lífeyrissjóðsins Brúar vegna breytinga á lögum. Páll Björgvin, bæjarstjóri mun nú mæla fyrir þessu. Forseti, þetta samkomulag snýr uppgjör á skuldbindingu Fjarðabyggðar við brú lífeyrissjóðs starfsmanna sveitarfélaga og hefur verið hér til umfjöllunar töluvert á síðasta ári og núna og undir lok þess og síðan aftur núna. Og þetta hefur svo sem verið rætt mjög lengi þetta málefni á vettvangi sambandsins, fjármálaráðstefnu sveitarfélagana og ítarlega kynnt á þeim vettvangi einnig. En í september 2016 þá var skrifað undir samkomulag ríkissjóðs sveitarfélagana BSRB, Bandalag háskólamanna og Kennarasamband Ísland breytingar á lífeyriskerfi opinberra starfsmanna og breytingarna tóku til A-deildar lífeyrissjóðs starfsmanna ríkisins og Brúar lífeyrissjóðs starfsmanna sveitarfélaga. Og með samkomulaginu var ætlunin að
að kveðið á samræmingu og jöfnun lífeyrisréttinda á almennum og opinberum vinnumarkaði, sem var kannski lykilatriði að koma lífeyrismálunum kannski á þann stað að allir staði jafnir gagnvart því. Og í því felst einnig að unnið verða því að jafna mismun á launakjörum á milli þessara geira vinnumarkaðarins. Miðað við að eftir að breytingar hafa verið gerðar á lögum LSR og samþykktu brúar búi allir við sama fyrirkomulag í lífeyrismálum og geti fært sig milli lífeyrissjóða hvenær sem er starfsæðinar án þess að það hafi teljandi áhrif á réttindi þeirra. Og það er verið að gera það núna með þessu samkomulagi, það er raun og verið að gera það upp þann halla sem var kominn og tryggja það að framlag launagreiðenda er þá ekki að hækka til framtíðaliti eins og hefði þá þurft að gera. Og ríkið hefur síðan komið inn í þetta. Þetta eru töluverðar skuldbindingar, vantarlega er þetta eitthvað í kringum rúmir 40 milljarðar og ríkið er með einhver rúman helminginn af því, þar sem þeir eru að gera þarna upp sína skuldbindingar. En það er sem komið að því að klára þetta samkomulag við Brú og hann var til umræðu þetta samkomulag á síðasta bæjarráðsfundi. Það voru reyndar, síðan þá hefur samningurinn aðeins breyst og þá nú aðalega það sem var ákvæði varðandi sjálfskuldaábyrgð sveitarfélaga, það er búið að taka það út. Þannig að þessi sjóður liggur, þetta samkomulag liggur núna fyrir og ég tel óþarf að vera að fara mikið meira ofan í þetta því að það er búið að rekja þetta mjög vel hér í minnisblöðum frá fjármálastjóra og sem hafa fylgt meðal annars viðaukum í fjárhagsáætlun, þannig að ég held að það liggi allt fyrir í þessu máli forseti og það sé hægt að leggja þetta samkomulag fyrir. Takk að þér fyrir, Páll. Þá er orðið laust þetta samkomulag. Hér er lagt fram til staðfestingar bæjarstjórnar. Enginn kveður sér hljóðs. Það er svo sem ekki, sem kom fram máli bæjarstjórnar, ekki mál sem er nýtt að nálinni. Það er búið að vera hér lengi til umfjöllunar. Þá ber ég samkomulag eftir atkvæða þeim sem það sanngjarnir skeiðmerki. Það er samþykkt með 9 atkvæðum. Þá er næstir liður 11. Það er skammtímalán hjá Lánasjóði sveitarfélaga vegna uppgjörs við Brú lífeyrissjóðs. Páll Björgvin mun mæla fyrir því að gera svona. Forseti. Þessu uppgjöri og þeim samningi sem var hér fjallaði með liðnum á undan fylgir því að eins og ákveður verið að taka lán fyrir því en það er ljóst að það mál er í biðstöðu hvað okkur var og það er verið að bjóða út fyrir sveitarfélögin mörg hver held ég lán til þess að brúa þessar skuldbindingar og það er ljóst að það mál verður ekki búið hjá Lánasjóði sveitarfélaga fyrir eða áður en að við þurfum að gera upp þessar skuldbindingar gagnvart Brú. Þannig að fjármálastjóri er að leggja til og það var rætt í bæjarráðinu líka síðast að áður en til þeirra lántöku kemur sem er langtíma lántaka þá verði það gert með skammtímaláni og þetta er lán upp á samtals 317 milljónir, ber 4,75% vexti og er sem sagt gildi frá 14. febrúar, við þurfum að gera þessu skuld 15. febrúar og væntanlega verður þá 2. mars, það er daginn eftir bæjarstjórnarfund, verður búið að klára langtímafjármögnunina, þannig að gjalddagi höfuðstólsins er 2. mars, það er daginn eftir bæjarstjórnarfundin hér, þannig að við erum að taka þetta svona brúa lán til að borga Brú þangað til að langtímafjármögnun er klár. Það er nú skýringin á þessu láni en þetta eru gríðarlegar upphæðir, þannig að bæjarstjórn þarf að fjalla um þetta og samþykkja og ég held að svo sem allt annað liggi fyrir í þessu málu í bæjarstjórn. Takk að fyrir, Páll. Eins og kom fram í kynningu bæjarstjóra þá erum við hér að fjalla um þessa skammtímafjármögnun sem byggir á því að vera langtímafjármagna vill kveða sér hljóðs. Svo er ekki, þá ber ég þetta upp til samþykkt með 9 atkvæðum staðfesta bæjarstjórn. Þá erum við komin í 12. lið sem er lántaka hjá Brú lífeyrissjóða vegna varúðarsjóðs og bæjarstjórinn mun nú fylgja því eftir. Eins og kemur fram í samkomulaginu sem ég ræddi hér í 1. lið
þá skiptist raun og veru þetta framlag í þrennt, það annars vegar þessar 311 milljónir sem við vorum að fjármagna núna með skammtímaláni og síðan framlag til varúðarsjóðs upp á 33,5 milljónir tæpar og það lán erum við ekki að fjármagna hjá Lánasjóði sveitarfélaga einfaldlega vegna þess að það kann að vera að við þurfum ekki að borga afborganir af þessu láni ef að staða sjóðsins mun verða með þeim hætti að við þurfum ekki að greiða í þennan varúðarsjóð og það er ákvæði þá í þessum samningi það að við erum þá ekki að taka þetta að láni. Ef við áttum að verðum að taka þetta annar staðar að láni þá náttúrulega væri það lán fast þannig að við getum ekki raun og veru haft þetta svona sveigilegt eins og liggur í þessu. Þannig að hér er sem sagt lagt fram tillaga það að taka skuldabréf hjá Brú upp á þessar upphæð 33,5 milljónir króna með þeim skilmálum sem eru í því og liggja fyrir í gögnum fundarins. Það leiti hef ég ekki meira þetta að segja. Gæðinni Páll, sem kemur fram þá máli bæjarstjóra, þá varum að ræða varúðarsjóðinn sem getur verið breytilegur þegar það kemur að endanlegu uppgjöri hjá Brú eftir 30 ár minnum. Þá er hér lagt til að lántaka verið tekin hjá sama sjóði. Reyndar hafði Brú boðið lántöku fyrir öllu en Lánasjóður sveitarfélaga var einfaldlega hagkvæmari þegar kom að uppgjörslán. En lagt til að hér sé tekið samt þessi upphæð 33,5 milljón að láni hjá Brú. Liggur hvað þessi ljós. Svo er ekki þá byrjað til staðfestinga sem staðfestir þessi gemerki til staðins með 9 atkvæðum. Þá erum komið lið 13 sem eru auglýsing umsóknum um byggðakvóta fiskveiðiársins 2017-2018. Og eins og hér kom fram á síðasta bæjarstjórn þá var þessu vísa aftur inn til bæjarráðs. Bæjarráð hafði að venju lagt til við bæjarstjórn ákveðnar breytingar á reglunum. Þær að taka hluta þeim kvóta sem úthlutað væri og færa til Mjóafjarðar. Síðan í ljósi nýrra upplýsinga sem okkur bárust frá ráðuneytinu þá var okkur ekki heimilt að færa þannig til innan sveitarfélags heldur binst þetta með ákveðnar hafnir eða ákveðin byggðarlög. Þessi er til Stöðvarfjörð og þar leiðandi leggjum við til við bæjarstjórn bæjarráða nýja reglur verið staðfest þess að lagt var upp með í byrjun og með sama formi og hefur síðustu ár og gengið með sjálfum sér ágætlega. Það er nú svo breyting sem hefur orðið á milli umræðna við þessi ljós reglum byggðakvóta. Svo er ekki, þá byrjað til þetta samþykkt með 9 atkvæðum. Þá erum við komin í lið 14 sem er geymsluð á stöðulegi fyrir gáma og lausa fyrir fjaraflið. Mál sem hefur töluvert rætt í gegnum tíðina á grundvelli eignaskipulags umhverfisnefndar. En eins og komið hér fram á síðasta bæjarstjórnarfundi þá var eftir túlkun frá Mannvirkjastofnun þá sem nefndin tók fyrir áramót tókum við ákvörðun að fela skipulags- og byggingarfulltrúa í okkar umboði að breyta reglunum í samræmi þá túlkun sem Mannvirkjastofnun hefur á reglum sem þessum. Það er kannski stærstu breytingarnir eða veigamesta breytingin það er örlítið breyting á annarri grein, það er stöðulegur veitt til 12 mánaða í senn. En kannski veigamesta breytingin er á lið 8, er 8. grein þessara regluna sem við höfum haft og settum hér árið 2017, eða voru staðfestir síðast 2017, að þá er hægt, hún breytist þannig að niðurfelling stöðulegarskjalda. Hægt er að fá stöðulegarskjöld niðurfelld fyrir alltaf 3 lausafjármuni með gerð portkynninga eða þann hátt að geymslusvæði lausafjármuna verið hulið á allar hliðar. Skilyrði niðurfelling á stöðulegarskjalda er að geymslusvæði lausafjármuna samræmi skipulagsskilmálum, að kröfur sem getið í 4. grein séu uppfylltar og lóðadráttur sem sýni staðsetningu geymslusvæðis og gerð portkynninga hafi verið samþykktar af skipulags- og umhverfisnefnd. Þannig að fallið frá því sem við vorum áður með 50% afslátt á stöðulegarskjöldum til alltaf 3 lausafjármuni með gerðinga eða þannig væri. Þetta er nú svo grein sem hvað mest fengi gagnrýni út frá iðnaðarsvæðum, það sem er með iðnaðarsvæðum, en samkvæmt Mannvirkjastofnun þá er það eðlilegt að þá er það innan þessa regluvers sem er í mannvirkjalögunum að niðurfelling stöðulegarskjalda til alltaf 3 hluti sé þess gert á
þennan hátt. Og við sem sagt þetta fórum til umræður í bæjarráði og bæjarstjóri hefur verið falið að sjá til þess að hér innan verið farið vel yfir þetta með leyfishöfum, þannig að allir séu upplýstir þetta, hvað þið þurfa uppfylla til þess að geta fengið þá þessa niðurfellingu og vonandi slær þetta á mestu gagnrýna sem þetta regluverk hefur fengið á Fjarðabyggð. Þannig að orðið laust þessa breytingu á reglum. Engin Gauðs Ljóðs, ég ber þetta saman þess að það ekki merki, sagði þetta með 9 atkvæðum. Þá er dagskrá bæjarstjórnarfundar hér í dag tæmd. Boðað verður til næsta fundar þann 15. þessa mánaðar og þá bara þakka ég bæjarfundur og fundarsveitunum og segi fundi slitið.